á sundum. Já, já. Þau velta fyrir mér þegar að í gamla daga, sko. Já. Íslendingar til forna, þeir fóru nú ekki í bað sem heiti getur að neinu ráði. Ekki nema eitthvað svona á jólunum kannski, einu svona ári. Og þú sér þá bara upp úr hlandi eða? Mér skilst að þetta sé... Nei, þeir þóðu sér ekki upp úr hlandi, þeir þóðu hárið upp úr hlandi, getur, og konunnar, til að fá fallegt og gott hár. Ég vissum að það... Hvernig þetta hefur verið hérna, sko. Bara hvað í rauninni Ísland, eins og er í dag, er í rauninni hátt, á háu plani, hvað var það hreinlæti, miðað við önnur lönd. Já, já. Maður fer til Frakklands og maður fer til Bandaríkjanna og það er fullt af alls konar viðbjóði. Og Bretland, farið til Bretlands, það teppi á gólfunum á klósettunum. Pældi, teppi í kringum klósettstofuna. Allir kallarnir sem að míga út fyrir maður. Já, í teppi. Já, og svona, alls konar svona vittleysa í gangi. Sóðaskapur. Já, sóðaskapur bara. Íslendingar eru ekki sóðar. Alls ekki. Langt í frá. En þeir voru sóðar. Þeir voru það, já. Voru allir með lýs og svona og bara þvoðu sér aldrei til að halda sér hita náttúrulega í þessu kulda helvíti, sko. Já, en það var það kannski ekkert svona spennandi hugmynd, sko, svona í febrúar að vera að fara í bað, sko. Maður lætur sér hafa það hérna núna í dag. Maður lætur sér hafa það í dag, já. En í svona ókynntum húsum, sko, þá var það kannski ekkert svolítið spennandi, sko. Baðvatnið fraus kannski meðan maður var í baðinu og svona. Þannig að það, svo þornaði maður aldrei, sko, maður bara frosinn, sko, meira eða minna. Já. En þetta er það sem maður les með svona ferðalýsingum útlendinga sem komið til Íslands hérna fyrr á öldum, sko. Að það er þessi yfirgengilegi sóðaskapur, sko. Já. Í Íslendingum, sko. Og lyktin af þeim, sko. Svona ógeðslega lykt af fornmönnunum okkar, sko. Af forfeðrum okkar. Hugsaðu, forfeður okkar svona grútskítugir og iðandi í sörgerlum og lús og svona, manni finnst þetta nú ekki skemmtileg svona Tilhugsun? Tilhugsun, eða arfleið. Nei, mér finnst það ekki.